Ég er staddur í Oddeyrargötu hér á Akureyri en gráa húsið hér fyrir aftan mig lætur ekki mikið yfir sér. Ég ætla að taka hús á Hreini Halldórssyni sem hefur það áhugamál að rækta garðinn sinn. Þetta hér er eiginlega stoltið mitt. Þetta teiknaði ég og hannaði og smíðaði aleinn á þess að fá nokkra hjálp. Og þetta er svona sambland af gróðurhúsi og vinnuaðstöðu. Og ég er svo heppinn að eiga hérna mjög góða nágranna sem vita að ég er svona nett ofvirkur. Þannig að þetta er svona, þetta er kannski dálítið stórt en til að reyna að láta það ekki líta út fyrir að vera svona stórt þá gróf ég það niður. Þannig að það er niðurgrafið að hluta. Og hér dunda ég mikið bæði af vetri og sumri og ég var einu sinni komið kaffikönnu hér og bara naut þess að geta hellt upp á kaffi án þess að fara inn í hús. Og ég spila alltaf sömu músíkina hérna. Ég veit að nágrannar mínir eru orðnir hálfþreyttir á því, en það er Stefán Íslandi. Það er ekkert annað að spila hér. Og hér er virkilega notalegt að vera og dunda. Og kannski má segja að ég hafi smíðað þessa aðstöðu kringum þessar tréstyttur mínar til að hafa svona vera í skjóli fyrir veðri og vindum þegar ég er að smíða. En ég er ekki lærður smiður, heldur er þetta bara eitthvað sem mér finnst gaman og ég er svona notalegt að gera. Þetta byrjar á því að mér finnst mjög gaman að smíða palla og ég á afgangsefni og einn veturinn þá byrjaði ég á þessum, hérna bara úti í snjónum. Mældi sjálfa mig og yfirferðið á hann, en hann var reyndar örlítið stærri en ég sjálfur. Og ég var að reyna að nýta efni sem ég þurfti sem minnst að saga. Og það kannski skýrir stærðin á hana. Og þetta var sá fyrsti sem ég gerði. Eins og ég sagði, þetta er sá fyrsti. Hann náttúrulega bara ekkert nafn, en þegar þeim fór að fjölga, þá þurfti ég að gefa þeim nöfn til að svona geta aðgreint þá. Og þessi vegna nafni Garðar Blómkvist. Já, hér er eitt sem ég smíðaði sérstaklega til að sitja á þessum stubb, því að þetta er gamalt tré sem hefur verið sagað niður. Mér vantaði eitthvað ofan á það og þá smíðaði ég þennan og mér finnst gaman að nýta hluti sem kannski aðrir henda. Þetta er hérna gamall kleinupottur sem hann heldur í fanginu og nota sem blómapott. Og þessi er svona, held ég númer 2 hjá mér. Þannig að andlitin eru ennþá voðalega svona slétt og bein, vantar aðeins meiri þrívídd í þau. En það er nú alltaf að koma hjá mér. Já, hér er til dæmis Svanni Svanur. Hann er ættaður frá Tjörnesi og það eina sem ég gerði er að hirða 4 sprek sem ég síðan raða saman og þá er kominn svanur. Og það var það eina sem ég gerði við þetta. Annars er það náttúran sem bara gerir þetta sjálf. Og eins og allt hérna þá fær þetta nöfn, þetta er Svanni Svanur. Og hann horfir hér á Guðna litla sem hangir hér í trénu. Og hann er sá minnsti sem ég hef gert. Hann svona tekur á móti fólki og vísar þeim leiðina heim með luktina þarna í hendinni. Og eins og þeir allir 4 að þá eru þeir náttúrulega með vel skóaðir með reimar og þess háttar. En ég er nú samt ekki farin að eltast við smáatriði mjög mikið, en þetta er svona eins og sérðu á andlitinu á honum, þetta er svona farið að örlítið að þróast hjá mér. Þannig að það verður gaman að vita hvernig sá 5. verður.
Þetta sá síðasti sem ég gerði núna í vetur. Hann átti upphaflega að sitja bak við hús inn í blómabeði og handleggirnir áttu nú að vera öðruvísi en það er svo gaman þegar maður byrjar á sem maður veit aldrei hvernig þetta endar. En svo þegar ég var búinn með hann var svona öðruvísi en hinir, þannig að hann endaði hér við útidyrnar og vill ekki fara, svo hann ber nafnið Þröstur Þráablóð og hefur vakið töluverða athygli og mönnum finnst ofta einhver sitji hér og vakti dyrnar, þannig að það er mjög gaman á hann. Þetta er svona mesti gangsterinn af þeim. Já, ég sem sagt flytt hingað norður fyrir 8 árum síðan frá Reykjavík. Þar hafði ég aldrei svona garð, þannig að ég kunni ekkert inn á garð eða neitt, en það tók okkur reyndar 2 ár að detta niður á þetta hús og eftir ég flutti hingað þá bara kviknaði þessi áhugi á því að hamast í garðinum og þó ég kunni ekki neitt að þá læt ég það ekkert stoppa mig. Ég planta plöntum og flyt til og grafa og moka og eins og sést hér þá finnst mér mjög gaman að smíða palla. Það má kannski segja að þegar það var uppurið pallasmíðina þá komu svona karlanir svona í framhald af því og gróðurhúsið. Þannig að þetta er í raun og veru endalaus uppspretta og þetta er kannski svona eins og leikvöllur fyrir mig, þessi garður. Ég er í raun og veru bara að leika mér hérna alla daga þegar ég á frí. Sem í fjarlægð fjöllin bak við dvelur og fagrar vonir tengdir líf mitt við